Búa til verkefni og stjórna afhendingu í Google Classroom. Halló og velkomin í næsta myndband. Í dag ætlum við að skoða eitt af mikilvægustu verkfærunum í Google Classroom, verkefnin. Við förum skref fyrir skref í gegnum hvernig við búum til verkefni og hvernig við stillum afhendingu og skiladag, hvaða möguleikar eru fyrir kennara og nemendur, hagnýt dæmi úr skólastarfi. Það er ótrúlega einfalt að setja inn verkefni í Google Classroom, en líka margt sem gott er að vita til að nýta kerfið sem best. Skref 1. Fara í Classwork. Til að búa til verkefni, farið í flipan Classwork efst á Classroom. Þetta er svæði þar sem við stjórnum öllum verkefnum, spurningum, könnunum og námsefni sem við viljum senda til nemenda. Skref 2. Smella á Create. Efst til vinstri í Classwork er blár takki Create. Þegar við smellum á hann fáum við nokkra valmöguleika. Assignment, venjulegt verkefni sem er algengast. Quiz assignment, sjálfvirk könnun í Google Forms. Question, einföld spurning til nemenda. Material, námsgögn sem nemendur eiga að lesa eða skoða. Reuse post, endurnýta verkefni úr öðrum bekk. Topic, búa til efnisflokka fyrir verkefni. Við ætlum að byrja á því algengasta, assignment. Þegar við búum til assignment þarf að setja heiti verkefnisins. Í þessu tilfelli ritun. Skrifa leiðbeiningar fyrir nemendur. Gott er að vera mjög skýr í leiðbeiningum og segja til dæmis hvað nemendur eiga að gera, hvernig þeir eiga að skila og hvenær er skilafrestur. Skref 4. Hengja við skjöl eða námsefni. Við getum bætt við gögnum í verkefni með því að smella á eitt af eftirtöldum. Google Drive skjöl, YouTube myndbönd, tengla á Docs, Slides og fleiri, skrár og tölvu, PDF, Word og fleira, tengla á vefslóðum. Mjög mikilvægt er ef við erum að hlaða inn Google Docs eða Google Sheets skjali, fáum við 3 valkosti. Nemendur geta bara skoðað skjalið. Allir nemendur vinna í sama skjali. Hver nemandi fær sitt eigið skjal. Skref 5. Stillingar verkefnisins. Næst veljum við hvaða nemendur eiga að fá verkefnið. Hér hef ég einungis einn nemanda, en ég vil að allir nemendur fái skjalið, þannig ég geri bara done. Við getum valið skiladag og skiladagurinn er, segjum hann sé 19. Og tími. Við getum haft topic sem er ritun. Hér er einnig hægt að velja hvort að verkefni sé metið til einkunnar eða ekki. Og við viljum loka fyrir skil eftir síðasta skiladag. Skref 6. Birta verkefnið. Smellt er á Assign. Þegar við smellum á Assign til að birta verkefni strax, hér, eða Schedule ef við ætlum að birta verkefni síðar, eða við ætlum að Save Draft ef við viljum klára verkefni seinna. Ég ætla að velja það að birta það strax. Tekur smá tíma. Nú er þetta komið í birtingu. Hagnýt ráð úr skólastarfi. Hafi verkefnið alltaf skýrt flokkuð undir topic,
heimaverkefni, ritun eða lesskilningur. Það hjálpar nemendum að finna verkefni síðar. Notið Google Forms fyrir sjálfvirkar kannanir eða próf. Þannig eru svörin sjálfkrafa vistuð. Ef nemendur þurfa að vinna saman í hóp getið þið stillt verkefni þannig að allir vinni í sama skjalinu. Þetta voru helstu atriðin hvernig við búum til verkefni í Google Classroom og stjórnum og afhendingum og skilum. Í næsta myndbandi ætlum við að skoða hvernig við förum yfir verkefni, gefum einkunnir og sendum til baka athugasemdir til nemenda. Takk fyrir að fylgjast með og munið að prófa sjálf að búa til verkefni í ykkar eigin bekk til að æfa ykkur.